Í dag í Undrum álfanna. Suður-Ameríka. Suður-Ameríka var uppgötvuð árið 1493 af Kristóferi Kolumbusi. Fyrir þann tíma höfðu einungis milljónir frumbyggja búið í þessari annars mannauðu álfu. Í álfunni eru núna 13 ríki og 3 nýlendur. Þrjú fjölmennustu eru Brasilía með höfuðborg sína Brasilia, Kólumbía með höfuðborg sína Bogotá og Argentína með höfuðborg sína Buenos Aires. 5 stærstu borgir álfunnar eru São Paulo í Brasilíu, Bogotá í Kólumbíu, Lima í Perú, Rio de Janeiro í Brasilíu og Caracas í Venezuela. Stærstu ár álfunnar eru Paraná, sem 4.800 kilometrar og rennur í gegnum Brasilíu, Argentínu og Paraguay, og Amazon-áin, sem 7.000 kilometrar löng og rennur í gegnum Brasilíu, Kólumbíu og Perú. Stærstu stöðuvötn álfunnar eru Nicaragua stöðuvatn, sem 8.264 ferkilometrar, og Titicaca, sem 8.372 ferkilometrar. Stærstu eyðimerkur álfunnar eru Patagóníu-eyðimörkin, sem 673.000 ferkilometrar og í bæði Argentínu og Chile, og Atacama-eyðimörkin, sem 105.000 ferkilometrar og nær hún yfir Chile, Perú, Bólivíu og Argentínu. Hæstu fjöll álfunnar eru Aconcagua, sem 6.960 metrar að hæð og í Andes fjallagarðinum í Argentínu, og Olles del Salado, sem 6.893 metrar að hæð og einnig í Andes fjallagarðinum, en það staðsett á landamærum Argentínu og Chile. Einnig það stærsta virka eldfjallið í heiminum. Kólumbía nefnd eftir fyrsta hvíta manninum í Suður-Ameríku, hinum mikla Kristófer Kolumbusi, sem týndist á leið sinni til Indlands. Kólumbía hefur að geyma margar áhugaverðar manneskjur, þar á meðal Pablo Escobar Gaviria, alræmdur eiturlyfjabarón og einn atkvæðamesti glæpamaður 20. aldar. Á hátindi ferils hans talið að hann hafi stjórnað 80% allra kókaínviðskipta í heiminum. Leikarinn John Leguizamo, langtíma fígúra í Hollywood og heimsfrægur fyrir leiktúlkun sína á karakter Luigi úr Super Mario Bros. Einnig var hann í henni lítt þekktu mynd Romeo plus Julia sem típalt. Gabriel García Márquez vel virtur rithöfundur, þekktur fyrir notkun sína á raunsæi og töfraraunsæi. Best þekktu sögur hans eru Ást á tímum kólurinnar og 100 ára einsemd. Vaxpálminn vex aðallega í Cocora-dalnum. Tréð vex almennt til 50 metra hæðar og bolur þess þakin í vaxi. Tréð þjóðartré Kólumbíu og vernduð tegund. Rósin blóm sem hægt að sjá á hverjum degi út allan heim, í höndum elskenda og vöndum sigurvegara. En ekkert land framleiðir eins mikið af rósum og Kólumbía. Þaðan koma helstu rósabirgðir heimsins. Capybara, einnig þekkt sem flóðsvín, stærsta nagdýr heims. Fullorðið flóðsvín getur orðið alltaf 100 til 130 cm að lengd og 50 til 60 cm að hæð. Nánasti ættingi Capybara naggrísinn. Þetta nagdýr ekki í útrýmingarhættu, en veitt fyrir kjöt sitt og fell. Best að bera það fram með hvítvíni.
Andean Condor hrægamur sem heldur sig við Andesfjöllin og við vesturstrendur Kyrrahafs í Suður-Ameríku. Andeshrægamurinn stór fugl og vængaf hans getur náð allt að 3,2 metrum. Hann spilar stórt hlutverk í þjóðartáknum og þjóðsögum Suður-Ameríku. Hann þjóðtákn Argentínu, Bólivíu, Chile, Ekvador og Kólumbíu. Hann meira að segja á skjaldarmerki Kólumbíu. Kaffi frá Kólumbíu sérflokkur af kaffi og á markaði allan heim og þekktur fyrir að vera heimsklassa kaffi. Bandaríkin, Þýskaland, Frakkland og Ítalía eru aðalkaupendur kaffi frá Kólumbíu. Kólumbía þekkt fyrir að vera með stærsta kolforða í Suður-Ameríku á eftir Brasilíu, en einnig eru þau rík á gull og nikkel. Kólumbía eini framleiðandi af platínum í Suður-Ameríku. Kólumbía ríkasta land af emeröldum í heimi og framleiðir það bil 50 til 95% af öllum þeim emeröldum sem eru til á markaði, en nákvæmt hlutfall fer eftir ári. Kólumbía með stóran forða af gæðaolíu sem fannst árið 1986 og flytja þeir 184.000 tunnur á dag til aðra þjóða, en geta þeir borað upp 620.000 tunnur á dag. Kólumbía, eins og rest Suður-Ameríku, aðallega kaþólsk þjóð. Mörgæsirnar sjást ganga götur borganna nánast daglega og á milli 81 og 90% landsmanna tilheyra kaþólskri trú, en á milli 10 til 13% eru mótmælendatrúar og einungis 1% landsmanna eru gyðingatrúar, múslimar, hindúistar eða búddistar.